sæl og velkomin í Öryrkjaráðið. Hjá mér í dag hann Eiríkur Smith, réttargæslumaður. Velkomin Eiríkur. Takk. Mér langaði aðeins svona fræðast hjá þér bara hvert hlutverk réttargæslumanna. Ég man nefnilega ekki eftir að hafa heyrt þetta heiti réttargæslumaður fyrir en bara fyrir örfáum árum. Getur það passað það? Þannig, já. Sko, við heitum réttindagæslumenn. Já, réttindagæslumenn, já. Já, og réttargæslumaður svo sem að myndi aðstoða fatlaðan einstakling til að mynda í meðferð hjá ákæruvaldinu eða eitthvað slíku. Það er bara lögfræðingur. En réttindagæslumenn eru koma til með lögum árið 2011, réttindagæslulögum og sækja stoð í svona samning Sameinuðu þjóðanna við réttindi fatlaðs fólks. Það er að segja í 12. grein hans sem varða það að þróa til aðstoð sem að virðir og gætir að lögformlegu hæfi fatlaðs fólks og að það njóti jafnrar stöðu fyrir lögum. Og þetta kannski táknar það að þegar fatlað fólk sem er lögráða og nýtur þess að vera lögráða þurfi aðstoð gerhæfis, það er að segja að fá að vera lögráða og fá að njóta þessar jafnu stöðu fyrir lögum að það sé gætt þess og við svona aðstöðum og leiðbeinum fólki að það fá að njóta lögbundinna réttinda og það svona meðferð mála, hvað var til að mynda stjórnsýslulög eigi við fatlað fólk. Þannig að það njóti aðgengis að upplýsingum sem að það getur skilið, að það njóti aðgengis upplýsingum og bara að réttlátri meðferð. Þannig að því að gegnum tíðina þá hefur meðferð bæði stjórnvalda og kannski annarra aðila líka að því að fólk er fatlað að þá eigi það að njóta einhverjar svona afsláttar á meðferð mála og það fær ekki upplýsingar, málshraðinn er miklu hægari, það fær ekki að njóta samráðs við málsmeðferðina og annað slíkt. Þannig að við erum svona okkar hlutur kannski svona fyrst og fremst að gæta þess að fólk fái að njóta þessara meðferðar mála. En á sama tíma að því að í því lagaumhverfi sem er á Íslandi og var á þessum tíma, 2011, varðandi málefnum fatlaðs fólks, að þá tókum við svona líka við því sem að þá getur trúnaðarmaður fatlaðs fólks og var svona svæðisbundið líkt eins og réttindagæslumenn eru núna. Já, þannig að þetta hefur verið til í svona einhverju formi þarna áður. Já, en þetta var alltaf og þetta er alltaf hlutur sem er í þróun. Já. Og líkt eins og trúnaðarmaður fatlaðs fólks, þetta voru prestar áður fyrr og þá gat fólk átt í einhverjum svona erfiðleikum eða fannst eitthvað á sig broti, leita til þessara presta eða þessara trúnaðarmanna og svo kannski allir gangar á hvernig gekk að leysa úr þeim málum og fá áheyrn og þú veist hvað var tekið til svona, haft til hliðsjónar við að leysa úr málum þar. En við sem tökum við þessu hlutverki trúnaðarmanna og það verið að breyta nafn, þá lögð svona ríkara áhersla það að þetta sé bundið réttindum, bæði lögbundnum réttindum og bara svona almennum mannréttindum og gæslu á þeim, aðstoða fólk, fatlað fólk, að njóta þessara réttinda. Og ég segja að því að lögin, þetta kannski miðast, þau lög sem voru í gildi þá, lög um málefni fatlaðs fólks 92, að þau miðust svolítið mikið til við kannski fólk með þroskahömlun og fólk sem bjó á þá herbergjasambýlum eða íbúðakjörnum eða slíku. En samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks næti miklu víðari hóps og grundvöllur þess hvernig við skiljum fötlun er allt annar þar heldur en var í lögum 92. Við finnum og svona þar af leiðandi hefur hlutverk okkar og svona starf okkar þróast bara með breyttum skilningi á fötlun líka. Þannig að eftir því sem að starf okkar hefur svona liðið áfram þá hafa svona fleiri manns geta leitað til okkar með fólk sem kannski ekki að fá þjónustu en að lenda í samskonar erfiðleikum með að fá að njóta lögbundna réttar
öryrkjar, fólk sem er með áunna og langvinna sjúkdóma, fólk með öldrunarsjúkdóma. Þannig að hlutverk okkar hefur stækkað og víkkað og í dag er þetta miklu stærri hópur heldur en kannski var upphaflega gert ráð fyrir að við myndum aðstoða og þróunin jafnvel orðið á það með að sá hópur sem að við svona ætlunin var að við myndum svona fyrst og fremst aðstoða, það sökum þess hversu létt aðgengi hans er að okkur, kannski umfram aðra sem geta hringt í okkur eða haft samband við okkur, að þá hefur hann kannski orðið svolítið svona utangarðs. Við sýnum kannski á fyrst og fremst málum sem okkur er tilkynnt og það er kannski fyrst og fremst fatlað fólk sem hefur bara tök á því og svona að hafa samband við okkur. Hvað eru þið mörg sem að sinna þessu? 7, við erum á það hefur 8 reynda núna, af því við bætast við einn í hópinn, en það eru 3 réttindagæslumenn í Reykjavík bara, en í mismunandi starfshlutföllum. En síðan erum við í Kraganum líka, það er Kópavogi, Seltjarnarnesi og Garðabæ. Það er einn réttindagæslumaður, annar á Reykjanesinu, það er Hafnarfirði og á Suðurnesjum, annar á Vesturlandi og Vestfjörðum, Norðurlandi og Austurlandi og Suðurlandi. Og starf þeirra náttúrulega mjög svolítið til við hvernig starfssvæðin eru. Suðurlandi til að mynda mjög stórt og það er kannski öðruvísi samsetning á hópum með við til að mynda Reykjavík. Þannig að starfi réttindagæslumanna miðast líka við bara hvernig starfssvæðin eru og hvernig landslagi er á því svæði. Ég á mágkonu sem er inn á með Down syndrom og er inn á í svona sjálfstæðri búsetu kjarna. Og henni var bara svona skipaður réttindagæslumaður, ekkert utan henni sérstöku, heldur bara, það átti bara að skipa fyrir hana réttindagæslumann sem kom svo í heimsókn og útskýrði málin fyrir henni. Já. Þannig að það er svolítið flott, að það væri. Já. Og síðan í þetta blanda síðan að við höfum, það er annað hlutverk, það er persónulegur talsmaður, sem er þá ekki, það er ekki launað starf, heldur þá eitthvað sem aðstoðar og fær umboð frá viðkomandi til að aðstoða sig í þessum málum og kannski leit sér af hlutverk réttindagæslumanna í einhverjum tilvikum. Bróðir hennar tók þetta einmitt að sér. Og þannig að fær umboð til að tala og aðstoða viðkomandi til að tala fyrir sína hönd við þjónustu, við bankastofnanir, heilbrigðisstofnanir og það sem það þarf að vera einmitt þessi lögráða einstaklingur og njóta sama aðgengis því að vera lögráða í kerfinu og þessi er bara gætt. Við finnum ennþá, það er alveg ennþá rík tilhneiging til þess að reyna að gefa afslátt á þetta. Fólk sé það fatlað, það hafi ekki skynbragð í að fara með lögræði sitt, en ef það fær bara viðeigandi aðstoð þá er fullfært. Hvaða menntun eru þið með? Eru þið fötlunarfræðingar eða sem takið? Já, það er allir gangur á þar á. Það eru þroskaþjálfar hérna. Meiri hlutin eru þroskaþjálfar, sálfræðingar, fötlunarfræðingar, heimspekingur. En eins sem komið er enginn sem er lögfræðingur sem að gæti, að því að margt af okkar svona málum og vinnslu mála fer mikið til inn á það svið að við aðstöðum fólk til að mynda við að skrifa kærur og kvartanir og fara með til úrskurðarnefnda eða umboðsmanns Alþingis eða jafnvel lengra ef því er að skipta. Við getum náttúrulega ekki farið með, getum ekki farið með mál fyrir dómi eða eins og leiðis. Nei, þið hafið ekki í rauninni úrskurðarvald. Nei. Þannig að þið getið í rauninni samt, en finnið þið alveg svona árangur af því og þið getið farið með fyrir einhverja nefndir og fundið úrlausnir fyrir fólk. Já, við finnum mikið árangur og þótt að taki langan tíma af því kerfið er bara þannig hægt og oft þarf að fara alla leið í gegnum kerfið. En við höfum farið með bara nokkuð stór mál og aðstoð fólk farið með nokkuð stór mál í gegnum þessar úrskurðarnefndir og fengið niðurstöðu eða úrskurði sem hefur verið nokkuð svona afgerandi og þannig að við sjáum klárlega mun en á móti kemur að við kannski finnum ekki
sko, það eitt að fá úrskurðin og niðurstöðuna, en við finnum kannski ekki höfum ekki fundið jafn sterkan vilja til þess að breyta því sem það þarf að breyta í kjölfarið. Ekki með svona afgerandi hætti, sko. Já, í kerfinu þá. Já. Og verða við niðurstöðinu og verða við úrskurðinu. Já. Það svona gengur ennþá frekar hægt, fullhægt. Og það ekkert sem við getum gert þannig til að íta eftir því, sko. Nei. Og og svona þessi seinagangur í kerfinu svona kannski sem hvað hvimlegast. Og við erum að lenda kannski í sömu frústrasjón eins og fatlað fólk hefur bara lent í gegnum tíðina við að fá svör, við að fá bara tilhlýðilega afgreiðslu mála, við að mál séu rannsökuð almennilega og séu unnin bara nauðsynlega upplýsingaöflun, ákvarðanir séu teknar í samræmi við þær upplýsingar sem veittar eru og í samræmi við þarf fólks. Það bara því miður ennþá talsvert í land með að það gerir. Það svo sem ekki einhlít við okkur, við finnum samskonar, það svona samhljóm við bara málarekstur á Norðurlöndunum til að mynda. Varðandi NPA-mál til að mynda í Noregi og Svíþjóð. Og þetta misræmi á milli sveitafélaga sem svona virðist ekki bara vera eitthvað séríslenskt. Já, það líka í Danmörku og Svíþjóð. Já. Oft mjög ólíkt í Danmörku allavega milli kommuna. Það líka í Svíþjóð? Já, og Noregi núna. Og Noregi líka. Já, tiltölulega nýlegt mál bara til að mynda sem að einstaklingur varðandi NPA aðstoð. Umsóknir og afgreiðslu mála varðandi NPA. Norsk stjórnvöld og úttektir sem hafa verið gerðar þar, þeir vera áþreifanlega varið það að það mikið misræmi og ósamræmi í málsmeðferð og afgreiðslu sveitarfélaga og þá þar að leiðandi í þeirri þjónustu og þeim réttindum sem fatlað fólk nýtur. Það getur ekki átt að vera þannig. Já, Þeir eru með einhverju svona fræðslu skyldu, er það ekki líka? Er það ekki, ég var að lesa fornlesa nú efnum lýsingum. Já, spyrum við skyldu. Eða það gagnvart bara skjólstæðingunum, eða ég fór að hugsa að því nú hef ég fylgst með þér svolítið á Facebook og þú ert alltaf að fræða mig eitthvað sem ég hef ekki hugleitt, sko. Þannig að þú ert allavega mjög duglegur við að pósta allt. Já. Það kannski tengist meira bara áhuga heldur en starfinu. Eða þannig, kannski sér þetta skera á milli hvenær réttindagæslumaður byrjar og hvenær Eiríkur byrjar. Já. En jú, hlutverk okkar líka að fræða. Bæði réttindi og okkar hlutverk. Og samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Innan ráðuneytisins líka réttindavakt og innan laga réttindagæslu og svona þeirra hlutverk varðandi fræðslu kannski ríkara heldur en okkar þannig séð. En við komum líka að alls konar málum sem eru svona víðara eðlis. Við haldið erindi ofbeldi gegn fötluðu fólki til að mynda, verið í kynningarefni því tengdu, verið í samráði varðandi aðgerðir tengt ofbeldi og annað slíkt. Þannig að hlutverk okkar Og líka komið inn á svona ráðstefnu hjá Öryrkjabandalaginu það ekki, eða ekki einhverju erindi þar einmitt? Akkurat, og aftur, það kannski mismunandi. Stundum allan að þau skipt sem ég hef komið. Það kannski ekki alltaf verið réttindagæslumaðurinn Eiríkur, heldur kannski stundum sjálfstæði fræðimaðurinn Eiríkur. Já, akkurat. Kannski var með farið stundum. Maður þarf líka einhvern veginn að passa sig í samræðinu við þá sem maður vill uppfræða, þeir takja ekki, og gagnrýna. Að maður fá allan að leyfi til þess að gera það stundum. Það getur og hefur verið stundum pínu flókið í hlutverki réttindagæslumanns. Þannig að maður þarf stundum. Já, þið heyrið undir hvað ráðuneytið eða hvernig? Já, við heyrum undir. Við erum svona sjálfstæð stofnun undir félagsmálaráðuneytinu. Sjálfstæð eins sjálfstæð eins og það hægt undir því marki. Akkurat.
Þannig að við getum og sendum og höfum kvartað undan ráðuneytinu til umboðsmanns til að mynda. En saman tíma það kannski pínu flókin staða að vera að deila vinnustað. Mjög flókin staða myndi maður halda í rauninni, sko. Og hugmyndin hefur verið og lengi verið talað fyrir því, og það stjórnvöld hafa verið svona skömmu fyrir það að sé ekki sjálfstæð mannréttindastofnun á Íslandi. Það svo sem lengi verið á taktinum að mynda slíka stofnun. Réttindagæsla myndi þá falla undir. Það svona verið það sem hefur verið á teikniborðinu mjög lengi og talað mjög lengi fyrir. En allan eins og staðan í dag, þá erum við þarna undir Gæða- og eftirlitsstofnun sem sjálfstæð stofnun undir félagsmálaráðuneytinu. Já. Hvað var til þess að þú fórst þessa leið í lífinu? Það er góð spurning, sko. Svona, það er náttúrulega persónulegar ástæður. Við finnum það sem að höfum verið í fötlunarfræðinni og í réttindagæslunni að við höfum all einhver persónuleg tengsl við fatlað fólk. Þannig að systir mín með Down-helginni og 5 árum yngri en ég og kannski bara svona hennar samferði gegnum lífið og áskoranir í bæði tengt bara sínu persónulega lífi en eins líka bara svona þessu pólitíska baráttunni í kerfið að reyna að fá menntun og og allt það. Og það svona kannski móta mann og kveikt áhuga að fara þessa leið og síðan þegar ég byrjaði að því að fara í heimspeki þá var ég bara áþreifanlega var í það að þar heimspeki er mikið tilskrifuð út frá sjónarhóli hvítra og ófatlaðra gagnkynhneigðra karla og það vantaði til að mynda bara fötlun áþreifanlega í bara heimspekina og bara sjónarhorn fatlaðs fólks og svona ýmsar hugmyndir varðandi það var normal og eitthvað svona sem voru til bara litað af einhverju fordómum andúð eiginlega bara heimsku oft á tíðum. Eða bara því að fólk lítur fram hjá því að fjölbreytileikanum og fatlað fólk sé bara venjulegt fólk. En þannig að í heimspekinni fór að gagnrýna þetta einmitt, hvernig heimspekin og okkar hugmyndir og skoðanir og viðhorf hafa litið fram hjá sjónarhorni og reynslu fatlaðs fólks og svona upp frá því fór ég svona að fá áhuga á fötlunarfræðum og var þar og starfaði í háskólanum áður en ég fór í réttindagæsluna. Ég var að tala við hana Ingunni Jónsdóttur daginn hjá Öryrkjabandalaginu varðandi aðgengismál og eitthvað svona og henni verður alltaf mjög tíðrætt það að fólk vill ekkit endilega eitthvað slæmt með því að gera hlutina vitlaust, það bara fattar ekki ef það hefur ekki lent í því. Já. Og ég fattaði það líka sjálf, sko, þegar ég bara var að ferðast í sumar með varðandi stiga og eitthvað svona að ég hefði átt að, þú veist, einmitt segja eitthvað fólk, að því á hótelinu það var fólk greinilega ekki kannski átta sig á ákveðnum hlutum og og þá hugsa maður líka, sko, þú veist, þetta eins og þú segir, þú bara átt fatlaða systur sem þú elst upp með og þetta norm fyrir þér og ég meina, þetta norm fyrir fólki sem með fötlun og þeirra aðstandendum en svo einhvern veginn, sko, restin af fólki oft bara einhvern veginn tengir ekkert. Nei. Eins manni, sko, eða ég hef upplifað oft þannig, sko. Akkurat, og þetta náttúrulega bara margþætt, fatlað fólk hefur verið skrifað út úr sögunni eða þá þegar það hefur verið skrifað innan í söguna þá er oft bara gefin einhvers konar ankannaleg mynd þar sem að það einhvern veginn dregið úr mennsku þess. Þannig að margt af því sem að fólk svona les sér til og helst upp með einhvern veginn þannig að fatlað fólk sé annars flokks, jafnvel ekki annars flokks heldur jafnvel þriðja flokks. Og þetta bara viðvarandi vandamál því að það gengur líka mjög svona hægt að reyna að vekja bara eftirtekt af því að
að fatlað fólk á líka bara að njóta réttinda eins og annað fólk, þetta sé réttindabarátta en ekki alltaf bara velferðarmál sem að það þurfa einhvern veginn að vegja fólk í bólnum koma í einhvers staðar, heldur eigi fólk bara einfaldlega að fá að njóta sjálfsákvörðunar réttar og bara sömu réttar bara eins og réttinda eins og allt annað fólk sko. Og tilningin oft þessi að einhvern veginn að draga úr mennskunni og þar leiðandi draga úr því að fólk eigi að fá að njóta réttinda og líka að veita líka einhvern veginn öðru fólki færi á því að tala fyrir hönd fatlaðs fólks, einhvern veginn og réttlæta ýmislegt í nafni þeirra sko. En bestu talsmenn fatlaðs fólks eru fatlað fólk sjálf og það eiginlega bara okkar sem ófötluð og þeirra sem að fara með völd að einfaldlega hlusta á það. Mér svo minnistætt, það er svo margir vinklar á þessu líka og þú talar réttindi, bara sjálfsögð mannréttindi. Ég til dæmis hafði aldrei hugleitt þetta með kosningar fyrir að þú postaðir einhverjum kosningar, það er bara ekki allir sem höfðu aðgang að bara kjörklefanum. Nei, og bara kosningalög, þau eru svona, þau gera ráð fyrir því að fólk getur fengið aðstoð í kjörklefa, en það er bara, eins og orðalagi núna, hönd eða sjón einhvern veginn, það fólk með sjónskerðingu eða blind eða hönd lömuð, því mann einhvern veginn orðalagi, en það er svona hálf ankanalegt, að þá fái fólk aðstoð. En fólk sem að þarf aðstoð til að mynda vernda þroskahömlunar. Það fær ekki aðstoð? Nei, réttur þeirra er ennþá skertur hvað það varðar. Og við höfum svo smá svona, við getum til að mynda veitt fólki í réttindagæslunni, við veitum fólki umboð til að fara með, þannig að það getur valið sér aðstofmann til að fara með sér inn í kjörklefa. Það er svo sem gert einhver leyti ráð fyrir þessu, en það er samt ekki komið í nægilegt fullkomið form. Og þetta var ekki bara það að fá að kjósa, heldur líka bara að fá að taka þátt í kosningum sem að taka þátt í stjórnmálum. Við gerum einhvern veginn ráð fyrir að fólk sem að taki þátt í stjórnmálum og sé kosið, að það sé einhvers konar, ég veit bara svona gerum gangandi að við höfum upphafið það að það sé einhvern veginn eldklárt, velmenntað, fullfrískt, fullfrískt, en bara í lýðræðislegu samfélagi þá er þetta bara fólk af öllum gerðum og stærðum og hvernig sem er og fatlað fólk, fólk með þroskahömlun, fólk með geðsjúkdóma, fólk með hreyfihömlun, hver sem er á sama rétt til þess að taka þátt í stjórnmálum og fá að vera kosið og fá að njóta bara viðeigandi aðlögunar til þess að geta tekið þátt í stjórnmálum á sömu forsendum og sama hátt og allir. Það er ennþá töluverðar brotalamir á þessu. Við höfum samt sem alveg dæmi erlendis frá og jú, svo sem kona með þroskahömlun er í framboði hér á Íslandi, en við höfum alveg dæmi það að fólk með þroskahömlun hafa verið kosið til starfa erlendis til að mynda. Það er svona vantar töluvert ennþá eitthvað það. Hvar hefur það, veistu hvar, manstu hvar erlendis? Ja, Bretlandi og Frakklandi, tiltölulega nýju dæmi frá Frakklandi. Þannig að við höfum alveg þessi dæmi sko. Frábært. Og þetta er bara mjög mikilvægt við viljum helst að fatlað fólk tali fyrir sína hönd og ef hvar meira hefur það vald til að taka ákvarðanir sín málefni heldur en akkurat á vettvangi stjórnmálanna, þannig að það er mjög áríðandi að fatlað fólk komist til áhrifa líka í stjórnmálaflokkum eða í stjórnmálum almennt bara. Já, segðu mér annað, varðandi eins og þennan fókus sem hefur verið á eins og núna bara út frá samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og NPA og svona þessa bara réttindi fólks til sjálfstæðs lífs. Nú eru náttúrulega örugglega margir sem hugsa bara, já við höfum ekkert efni á þessu, við vitum allavega Bjarni Benediktsson hugsar þannig og hann er ekkert verið að setja fjármagn einhvern veginn í þetta og alltaf verið að tefja. En hvernig sér þetta? Höfum við efni á þessu sem samfélag? Já, við höfum alveg, við höfum alveg mikið efni á þessu eins og
stofnanir eða íbúðakjarnar eða slíkt eru alveg þess að það engin, við sýnt fram rannsóknum að það engin mikill munur á kostnaði hvað þetta varðar. En kannski það sem við finnum núna með málarekstur í tengslum við MPA og það hindranir og hamlanir í því að hugmyndafræðin sjálfstætt slíð einhvern veginn verða almennilega veruleika, ekki bara hér á Íslandi heldur annars staðar, er það að bara gegnum tíðina þá hefur litlum fjármunum verið varið bara almennt í þennan málaflokk. Þannig að við erum alltaf að bera kannski okkur saman við eitthvað vont dæmi. Já, og þetta er bara málaflokk sem hefur alltaf verið sveltur, hefur alltaf einhvern veginn verið utangars, hefur alltaf einhvern veginn verið bara leystur með skítareddingum á síðasta degi í þingsins og lítil hugsun einhvern veginn farið í litlar upplýsingar, afla lítil kortlækning, lítil samráð, oft mikið bara þyngdarsamráð. Þannig að MPA er ekkert dýrara heldur en önnur úrræði og sannarlega það úrræði sem það form af aðstoð sem stendur best og tryggir best réttindi fatlaðs fólks. Og en í landslagi þar sem þessar stofnanalausnir og íbúðakjarnar og annað slíkt þetta hefur hvort eð alltaf verið svelt. Sveitarfélögin hafa aldrei, ekki bara sveitarfélög, heldur ríki undan líka og ríki jafnvel í dag, hefur aldrei haft sérlega mikinn áhuga að vanda til verka eða leggja mikinn pening í þetta, þannig að við erum svo kannski bara dýrara líka að setja ekki fjármagn í þetta fyrir upp í staðið. Já, og það alveg rannsóknir sem sýna fram á það að svona samfélagslegu kostnaðar af því að tryggja ekki aðstoð, menn það einhver annar sem þarf að sinna þessum störfum og sinna aðstofinni og það þá ættingjar, foreldrar, sér að lagi konur og Kolbeinn, svo sem hefur Kolbeinn Stefánsson, svo sem vakið sýnt fram á hvernig örorka, það að segja kvenna sem eru þá eldri en 50 og fjölgun þeirra. Má einhverju leyti kannski rekja til þess að kerfið er að varpa ábyrgðin á umönnunni yfir á þennan hóp og Það er að vinna annað og þriðja starfið kannski. Akkurat og og kannski sama tíma líka og við getum tengt þetta við bara umönnun aldrar líka að sinna henni því að það er kannski sama bara á við aðstoð við fatlað fólk, að aðstoð við aldrað fólk er líka Já, það er það sem við mennum með annað og þriðja starfið, þessi ósynlegu störf alveg börnin og svo passa barnabörnin og sinna gamla fólkinu og veika fólkinu og þetta er einhvern veginn endalaust. Og af þessu hlýst bara kostnaðar varandi þá fólk er bara að vinna baki brotnu og einfaldlega ganga bara fram að sér oft á tíðum og bara varandi líkamlega heilsu og andlega heilsu líka. Og þetta er bara kostnaður sem Og svo erum við að fá upp öll þessi mál núna með bara öll þessi gömlu heimili, Kópavogshæli og öll þessi vistunarheimili í rauninni sem að bara þar hafi bara hlutinir alls ekkert verið nógu góðir og bara fólk beitt ofbeldi jafnvel og Já, Sumt af því hefur ekki fengið fleiri heimili heldur en Kópavogshæli sem voru og þau hafa ekki öll verið könnuð og svo hafa líka þessar kannanir verið takmarkað við það að það er aðalega beinst af börnum og það er endur fötluð börnum yngri en 18 ára en aðstæður þessar fólk sem var eins og á Kópavogshæli þær breyttust ekkert við það að verða 18 ára fólk var ennþá í sömu aðstæður þannig að við erum ennþá eftir kannski að tala og svona gera upp söguna varandi bara fullorðið fólk sem var á þessum stöðum og það eru fleiri heimili sem að einhvern veginn við höfum ekki talað en við vitum af að hafa verið ýmislegt í gangi, hafa ekki verið starfrækt með heimild í lögum og annað slíkt sem að það er ekki neina að koma fram á dagsljósi en hvernig Já, heyrðu, við erum búin með tíman okkar, hálftíman okkar
ég geti talað við þig mikið lengur. Ég væri alveg til að rekja það gatnirnar varðandi starfsgetumatið og allt þetta sem við höfum nú rætt áður, en ég kannski fæ að heyri þér bara mögulega seinna aftur. Já, það er ekkert mál og skilst ég sé að fara að tala um starfsgetumatið líka einhvern tíðan seinna í þessum mánuði. Já, ok. Þannig að það er svona á baugi hjá þér núna. Já, og það er eitthvað sem er bara mjög svona knýjandi að tala á Já, ég held það nefnilega líka þessum að það tímamótum. Sumir vilja meina sko að það kannski þurfi ekkert að tala um það núna því það sé ekkert búið að vera að tala um það, ríkisstjórnin hafa ekkert verið að tala um það. En það var einn annar sem benti á það daginn einmitt að það væri nú bara einmitt kannski þörf á því að tala um það þegar það er ekki verið að tala um það. Já. Þannig já. Það er sjálfsagt. Já. Herðu, þannig að ég þakka að kærlega fyrir þetta og þakka ykkur áhorfendum samfylgdina og við sjáumst næst inn í Öryrkjaráðinu, minni á Facebook síðun okkar Öryrkjaráðið. Takk.